Jæja, góðan daginn, velkomin hérna á KA TV. Við erum að fara að sýna úrslitaleiki í 5. flokki kvenna. Byrjum þetta á leik KA og FH í A-deildinni. Rétt, Rétt. hárrétt. Sindri Már heiti ég og með mér er Sindri Skúlason. Við ætlum að reyna að lýsa þessu eins vel og við getum. Við skulum byrja á að renna við lið Káa. Þar er í markinu Bríet Kolbrún Hinriksdóttir, svo koma númer 3 Katrín Lilja Árnadóttir, númer 5 Ásdís Fríður Gautadóttir, númer 7 Móiður Alma Gísladóttir, númer 9 Embla Miss Stengriðsdóttir, númer 11 Ragnheiður Sara Steindórsdóttir, númer 13 Bríet Fjóla Bjarnadóttir, númer 21 Elli Sveinbjörg Elvarsdóttir, númer 29 Ingibjörg Lóa Sævarsdóttir og númer 43 Anita Ingvarsdóttir. Þjálfarar Káa eru Egill Hænesen, Anton Orri Sigurbjörnsson og Andri Freyr Björgvinsson. Já, þá skulum við fara yfir lið FH. Þar er í markinu Steinunn Erna Birkisdóttir, númer 5 Ísabella Jórunn Müller, númer 6 Anna Heiða Óskarsdóttir, númer 9 Karen Eir Guðmundsdóttir, númer 11 Unnur Thorararsen Skúladóttir, númer 13 Hafrún Birna Helgadóttir, númer 18 Malín Birta Sigurgeirsdóttir, númer 21 Ragnheiður Skúladóttir, númer 27 Viktoría Draumey Andradóttir, númer 33 Guðrún Salvör Ólafsdóttir, 47 Ingibjörg Magnúsdóttir og númer 99 Eva Marín Sæþórsdóttir. Og þjálfarar FH eru Amanda Mist Pálsdóttir, Kári Freyr Þórðarsson og Melkorka Katrín Pétursdóttir. Hér sjáum við að liðin eru að ganga völlinn. Þetta verður án efa æsispennandi leikur. 2 hörkulega mætast. Já, heldur betur. Káa-lið mætti liði IBVF í undanúrslitum. Sá leikur endaði 10-0 fyrir Káa, Emmi Skallasteki. Bara hárrétt, algjörri viðburður. Þar var Bríet Fjóla á eldi, eins og að segja. Skoraði 8 af 10 mörkum. Ingibjörg Lóa og Anita bættu síðan við sikkoru markinu og endaði 10-0. FH unnu Álftanes 6-2 þar sem að Ísabella og Hafrún skoraði sikkvort markið og svo skoraði báðar 2 mörk og Malín Birta skoraði síðan 1 mark og Ingibjörg Magnúsdóttir einnig. Jæja, þá eru liðin komin sér fyrir í sínum stöðum. Hver er að flauta þetta? Sé nú ekki alveg hver er á flautunni. Jú. Samkvæmt skýrslu er það Þórður Hjaltalín. Enginn annars. Því er ekki að fá neitt aukvissa í það. Hlutverk. Þetta er komið að staðina. Það er Káa sem byrjar með boltan. Byrja á einum löngum hérna bara. En hann endar í lúkunum á Steinunni í markinu. Og góð pressa. Og Káa er komin yfir bara. Flott pressa þarna. Hver var það sem endaði að setja boltan í markið? Hvort það hefði verið bara Anita, gott ef ekki. Já. Heyrðum hann í alla Vallaþul og hann staðfesti það fyrir okkur. Það var Anita Ingvarsdóttir, númer 43. Góð pressa þarna hjá Káa sem skilaði marki. Já, koma F-fæðingarnir. Þeir komna hérna upp kantinn. Og þær eru með konar í teig hérna en frábær vörð þarna frá Katrínu og Bríet hjálpaði síðan til. Vinnur á innkast sem Káa á. Bríet gerir vel í að hjálpa til hann tilbaka og vinnur innkast. Einspark afsakið fyrir Káa. Já, einspark er það víst.
Elli með skallan. Katrín Það er nógan tíma Kemur annað sér til að fram. koma sér frá. kemur Anita, farið mikið kapplaup en Flott vörn hana hjá að mér síndist Ísabellu, ég er samt ekki alveg viss. Erfitt að sjá nöfnin hérna til fjær okkur. já, númerið. þetta er sýndist hún var númer 7 þarna en enginn á leikskýrslunum skráð númer 7. Já. Sýnist það allavega, þetta er Það gerir okkur aðeins erfiðara fyrir. samkvæmt leikskýrslu er númer 6 Anna Heiða skráð fyrirliði. Sjáum það að þessi númer 7 þarna er með fyrirlabandið. Já, Sýnist það allavega. mikil barátta þarna vinstri vægnum. Boltinn hérna á teiginn, það er enginn í henni og 2-0. Frábær sókn þarna. Hver var það sem endaði á sitjan í? Það er Sara Ragnheiður. Já. Ragnheiður Sara. Kom þarna, tók hlaupið á fjær, sett hann einfalt niður í hornið bara. Staðan orðin 2-0 fyrir Káa. Alltaf bara kölluð Sara, þannig að Já, rugglaðist aðeins þarna en já, þeir eru fyrirgefið það. já. Ég varst ekki um annað. Virkilega flottur leikmaður. Tók hann að geggja hlaup og frábælega klárað. Sjáum það er ekki 3 mínútur liðnar að leiknum og Káa komin í 2-0 hérna strax bara. Já, það eru spilað 4 sinnum 15 mínútur. Það er svona til þess að þjálfarar eigi auðveldara með að koma skilaboðum til leikmanna. Hvað gerist hér? Hér er boltinn í Það eru gegn. F-fangarnir komnir. Frábær vörn þarna. Mjög góð tackling hjá Katrínu. Virkilega vel gert. Og Bríet hélt boltanum síðan bara inni þannig í markinu. Kom hann fram. Innkast, nei, innspark er það víst. NKH. Erfitt að venjast þessu innspörkum hérna fótboltanum. Allan hérna á Greiðavellinum. Það er oftast innköst hér. En Yfirleitt. við ætlum ekki að afsaka okkur neitt hérna. F-fáingar hérna. Já, góð barátta FH. FH ætlar ekki að gefast upp. Elli Það þýðir það ekki neitt. Nei, Elli með geggja tacklingu, Bríet kom boltan. Bríet hérna gerir frábælega, heldur boltanum, hún er ennþá með hann einhvern veginn. Ótrúleg leikmaður, hún er ótrúleg. Ó, skotið sér yfir. Boltinn vildi ekki fara af löpunum hann. Nei, þetta er magnaður leikmaður. Ótrúlegar hæfileikar sem Bríet hefur. Já. FH-hangarnir órætti við að spila út frá marki, gera vel. Mjög vel leist þarna allavega í fyrsta en sjáum hérna Anita er að pressa og Bríet kemur sér nú að pressa en Já, leysa vel út úr, nei. Jú, þetta sleppið hjá FH-hangum. Leistu vel út úr þessu. Elli grjótör hann í baráttunni en frábælega gert hérna hjá Sé ekki alveg númerið á henni eins og er. Þetta er virkilega vel gert. Það var hérna Unnur Skúladóttir sem neitaði að láta boltan á hendi eða af fótum. Innspark sem F-fangar eiga. Koma hérna að reyna að vinna. Já, setja henni upp í horni. mjög flottu bolti. Heldur henni inni að... Herðu, boltinn inn í en Bríet. Þetta var voðalega auðvelt fyrir hann að grípa hennar bolta. Já, Ótrúlega örugg í markinu. vel gert hjá Unni að ná þessar sendingum var pínu krefjandi en flott. Bríet sé bara með eitt langar hérna fram á Anitu. Og þessi bolti bara aftur fyrir endamörk og F-fáingar eiga hér bara markspinnu. Já, Geta hér hafið uppspil á nýja leik. Reynt að halda þessi boltan. flott spil hana. Elli virkilega flott þarna miðinni. Fyrr flott pressa hjá káliðinu. Góðu bolti en Bríet les þetta mjög vel og nær hérna mjög mikilvægur snertingu. Og hér er Anita komin á ferðina. En vel gert þarna hjá fyrirliða FH. Ef ekki bara kalla hana Önnu. Já, Mér sýnist það allan. Hún er skráð fyrirliði allan á skýrslunni. skýrslunni. Spila númer 7 í dag en
skráð 6 á leikskýrslu, við skulum bara Göngum út frá því. já, við verðum bara að hafa svoleiðis. Já, hér leysa þær vel úr pressunni, allar að fyrstu. Vantar aðstofanum miður, þetta er flott, vel leyst þarna. Aftur setja Já, þetta upp í hotnið þetta á unni. Móa kemur boltan, eða hvað, þetta er hotn, já. Já. Það er mikið að leita af unni þarna með stungu upp í hotnið. Takk þetta hérna Embla stutt. kemur nær, Embla nær boltanum á endanum eða hvað, áfram. Það var bara barataði boltan. Anita, hún er stöðuð. Og boltan í Smá vandræðum en Káa síðan hreinsa þetta bara örugt. Komaði þannig getur aftur reyna að setja hérna inn fyrir vörnina. Hann er svo fastur. koma mikið upp hérna hægra megin. Já. Mest allt spil F-fanga hafa verið hérna hægra megin í byrjun leiks. Eva María svolítið að hafa boltan upp, hún er greinlega gæði í henni. Já. Þetta En hér koma kemur Ellie með fín hugmynd þarna. vel leist í vörn F-fanga. Komaði enn og aftur hérna upp hægri kantinn. Unnur er búinn að hlaupa. Fyrir hérna hann að meiði sig heldur áfram. Inn á teginn, hvað gerist hér? Káa koma. Unnur fann aðeins fyrir þessu þarna. Hélt áfram. Heyrum hann að andra þjálfara kalla standa þegar Bríet Já. reyndi tæklinguna. Vist ekkert á þetta hana. Ég var alltaf gaman að sjá svona sóknarmenn sinna varnavinnu vel og reyna eitthvað svona. En skil þjálfaran ágætlega hana. En fær Unnur boltan, leggur hann út. Skotið. Við varið þarna. Hún bara grípur þetta. Já, örugar hendur, en þetta var flott skot hjá Ísabellu. Kom hana úr djúpinu og hamraði hann bara markið. Sjáum það að Bríet er að taka annað skipti hérna bara útspark fram. Endar á F-fangum í þetta skipti. Káa-stelpur minna í því að reyna að spila út eins og FH. Já. En sjáum hvað gerist þegar að lengra lífur á leikinn. Sjáum líka að F-fáliðið er hátt upp á vellinum. Þetta er svona spurning hvort að þjálfarar Káa hafi vitað af því. Það er spurning, það er allavega að halda boltanum ágætlega. Já. Óhrættar við að. Já. Flott vörn hann að. Já, hér er brot. Eins og ég farið aðeins í bakki á henni hann að sennilega ekki náðu öxl í öxl. Svolítið fyrir utan teig. Spurning hvort hún reynir bara. Ég gæti alveg síðan að fyrir mér reyna. Skotið? Já. Hún reynir allavega að setja þetta á markið. Ég ætla að gíska á það. Já, það hlýtur að vera. Setur hún hann að. Já, Bríet hann að slæja hann bara í hotn. Já. Þetta var augljóslega til að reyna að koma markmannum í smá vandræði held ég. Já, það er ekki allt gert. Allt reynt til að koma þessum mörkmunum úr jafnvægi, en Jú. það er held ég margt. Það þarf margt að gerast til þess að fá Bríet úr jafnvægi. Kemur hóttspinnaðan. Bríet hann. Örugar hendur. Spurði hvort að Anita fá hann. Já, Anita fær hann í hlaupi. Það er bara að hamra hann fram. Þriðja skipti í röð og gengur ekki núna sýnist mér eða hvað. Nei. Fyrir bara alla leið yfir. Já. Steinun í marki FH. Skildi boltanum hann bara. Sjáum hérna, já, F-fangar halda áfram að spila bara út úr markinu. Káa eru öflugar í pressunni og komna hérna inn í teginn. Missir hann aðeins svo langt frá sér hann að útspark. 11 mínútur komnar á klukkuna. Staðan 2-0 fyrir Káa. Þessi mörk koma bara eftir hvað? 2 mínútur rúmar? Já, það var fljótt að gerast hann í byrjun. Já. Svo hefur þetta aðeins jafnast út núna. Spurning hvort að hérna kemur boltinn upp. Sara Vinstra megin í þetta skipti. á undan í boltan. Frábærlega gert hjá Söru þarna.
Kemur boltan af hana á síðustu stundu í burtu. F.A. reyna að koma sér hérna í fyrirgjáðstöðu. Tekst ekki alveg. Boltin út. Embla hann í barðunum miðunni við sýnist með Viktoríu. Það er spurning hvort að þjálfarar K hafa lagt upp fyrir leikinn að byrja pressu og reyna að koma inn á markið bara strax. Já. Koma þarna 2 mörk bara til 2 mínútur og síðan þá hafa svolítið leiðið tilbaka og beitt skyndisóknum. En Bríet, þetta er ótrúlega vel gert og skotið. Anita þarna var komin í færi, vel varði á steinunni, Káa heldur boltanum. Kemur hann fyrir eitthvað, hann er ekki að koma hann fyrir markið. Þetta var, Flottur snúningur þarna á Bríet og sendingin á Anitu en vel varðið á steinunni í markinu. mjög mikilvæg varsla þarna hjá steinunni. Þetta er pressan enn og aftur. Herðu, hún fer ekki á Komið móti. færi. Herðu. Það er mark. Staðan orðin 3-0 fyrir Káa. Já. Sýndist þetta að vera Embla. Þetta er hættan við að ætla að spila út. Það þarf bara eina klaufasendingu og þá er bara dauðafæri, opið mark. Já, vel klára þarna. Embla er mjög þröngu færi þarna en gerir virkilega vel. Já, algjörlega. Sett hann bara fastan meðfram í jörðinni. Það kom að fá vel unni tilbaka í Bríet. Svo bara í burtu með boltan. Smá misskilningur þarna en sleppur eitthvað, nei, flott pressa hjá F.A. og reyna kemur hérna með stór hættulegan bolta inn í en það var enginn að ná fjær í þetta skipti. Flott sending hérna inn í Það gáðs reyna allan að uppspila hérna og Elli kom með boltan, hún höf pláss. Elli og Embla hana, ég held að taka þriðningaspil hana. Reyna þriðningin hana, gekk ekki. Embla er hérna strax kom, nei, að fá Elli hérna kom í hörkusprettur. pressuna. Og það er hotspinna. Flott vörn hana, já, Ragnheiði, nei, ekki Ragnheiði, Elli. Stöðvaðir, sýndist þetta að vera Ingibjörg á sprettinum hana fyrir F.A. Mark hérna hjá F.A. myndi allan að gera hann leika aftur svolítið spennandi. Boltir hann inn í Þarna miðjan teginn. fer boltinn yfir Bríet í markinu og Sara skallar þetta inn í hotn. Já. Það var lúmskur bolti hann inn í. Síðasta mínútan hér í leikluta 1. Já. Svo við sögðum áðan, þetta er spila 4 sinnum 15. Já. Kemur hotspinnar hana. Klikkaði hana. Ætlaði að reyna innsvingin hann en þetta var aðeins svo mikið. Boltinn út fyrir. Þarna taka þær stutt inn miðina bara. Kom hann upp. Hægrið var mikið pláss hérna hægra megin. Skoti bara. Hamra bara markið. Nei. Hörku skot, vel varði á steinunni í markinu. Hörku skot, var þetta ekki Sara? Jú. Það Hamraði boltan hana. Verast allir leikmennir sem K-liði geta komið sér í færi og skotið og verast allir geta varist, þannig að þetta er Góð blanda. mjög góð blanda. Já. Það er hentir Það í er bara 2 mínútna pásu. Hálfleikur 1. Svo byrjar næsti bara á hotspinninu þá, vantarlega. Já. Þetta eru nýja reglur fyrir mér. Ég hef nú sjálfur þjálfað 15 lokkin, ég hef ekki lent í þessu en það er spurning, kannski er þetta eitthvað samkvæmt reglum. Þekki það bara ekki nógu vel. En við skulum leyfa þjálfurum aðeins að fara yfir málið. Komum aftur eftir 1,5.
sinni frasabók. Já, ég skil káðmenn. Já, nákvæmlega. Svakalt að hann var komin út af bara. Já, Ég bara, akkurat þegar var smá góla, það var akkurat hérna eitthvað. Heyrðist ekkert í. Herri, þegar ég var að lesa upp liðið á hann, þá heyrði ég. Jæja, það voru þjálfarar beggja liða búin að fara aðeins yfir þetta. Og já, Já. við byrjum bara á horninu. Svo segja þetta er nýtt fyrir okkur. Ég hef ekki lent í þessu ennþá allavega, en þetta hlýtur að vera samkvæmt reglum mitt. Verðum við ekki að Jú, ætli það ekki bara. spurning hvort þetta sé horn á hættulegum stað. Hornin kemur hérna, býður sér stutt. Þetta er eitthvað á æfingasvæðinu. Þetta var allavega klárlega á æfingasvæðinu. Já, en þetta var vel lesið hérna. Flangarnir stöðu þetta hérna og reyna að koma upp sem fyrr, hægra megin. Kemur boltaninn inn í en Bríet fær hann bara í lúkurnar. Þægilegu boltið þarna. Elli alein á miðinu þarna, kemur þetta að pressa en Reyna síðan bara að sitja hann í loppi inn fyrir vörnina. Það stöðvað í bili. Sjáum hérna Andri og Anton þjálfarar segja Bríti að setja hann bara með jörðinni hérna inn miðuna. skil það mjög vel. Elli þarna fekk erfiðan bolta, Já, beint á hann en mjög erfið bolti til að taka við og hann gerir eitthvað. já, Það sýndist mér vera innspark á æfingasvæðinu en gekk ekki. Mikil barátta hérna í boltan. hver er undan þetta? Já, FH. Herðu, það eru hérna Reyna að prjóna sig inn miðjuna bara. Sara hann undan, Stöðva Evu. þetta. Þá er það Viktoría að fara að taka hérna innsparkið. Sjáum hérna Sara nær og lokar en Anita slepp í gegn. Hörsku sprettur hérna en Frábær vörn hjá Önnu en Káa heldur boltanum hérna. Ásdís þarna komin inn á. En fá í einhver brasi hérna að koma honum frá. Elli sé með skot. En þær komast fyrir þetta og vinna innsparki síðan. Sjáum það, ég held að Embla hafi farið út af hjá Káa og Ásdís inn á. Já, Aðeins að hrista upp í þessu. Hér er Anita komið boltan. Spurning hvað hún gerir hérna gegn Önnu. Tekur hérna snúninginn út. Elli reynir skotið í fyrsta hann, þetta var erfitt. Sara sem boltan og skotið. Þessi Marteina. framhjá. rann hana Elli sýndist mér áður en hún reynda skotið Já, sem fyrir pressa Káa þetta vel hérna endar í innsparki. Ásdís með innsparkið. Setur hann hérna á Bríeti sem kemur niður til að sækja boltan. Niður á Móu. Móa fær hann yfir. Ætlaði að finna Katrínu þarna eða Söru. Já, Það er boltinn á milli þeirra já, og í innspark. Þetta getur verið mjög góð sóknar, allan sóknar uppbyggingi hjá Káa. gekk ekki í þetta skipti. Elli hann undan í tæklinguna. Og sjáum það þegar stelpunar, Káa-stelpunar eru undan í boltan þá hérna er það konar í
mjög góða stöðu. En hérna er virkilega flottur sprettur og skot, en þetta er í hornspyrnu. Endaði í að við komum við 2 varnarmenn káa hana, endaði í hornspyrnu. Það var hérna flott skot Þetta hérna er hjá. 5. hornspyrna FH. Mér sýnist að það var hún Hárún hérna sem að tekur hornið og átti skotið. Fær aðra tilhund til að koma hérna fyrir. Utanfótar. Utanfótar, skemmtileg sending hérna. Það var virkilega góð sending. En káamenn ná að stöða Já, þetta. einmitt, herru. Hér gæti 4. markið verið að koma, eða hvað? Nei, klikkaði þarna. Vel unni tilbaka hjá virkilega Ingibjörgu. Aðeins og laus sending hérna. Mjög gaman að sjá svona þegar allavega F-stelpunar halda áfram, klára sér hlaup tilbaka. Já, því er ekkert annað. Nóg eftir í þessu. Má ekki gefast upp strax. Hér er síðan Eva með boltan á Hárúnu. Skemmtileg hreyfing hérna hjá Hárúnu. Hárún komin hérna fyrir utan teig og skotið, en Bríet heldur þessu síðan. Já, vel gert. Virkilega skemmtileg hreyfing hérna hjá Hárúnu. Kom varnarlínunni úr smá jafnvægi hérna með smá fyttu. Kemur okkur bolti alla liði yfir á Steinunni í markinu hjá Það er FH. svona, maður horfir á hana hérna Bríet í markinu, taka þess hérna útspörk og það er svona sé ekki eins og að reyna að sparka fast í boltan og bolti er alltaf langt yfir alla og aftur fyrir hinum meginn eða í hendurnar á markmanninum, já, á henni Steinunni hinum meginn. Já. Káa ekki mikið að spila út, það eru svolítið að setja langan fram í hlaupa Anítu eða Bríeti eða eitthvað. Já, nota þessar skyndisóknir óspart. En þessu sagði hann, FH með lið hátt uppi. Já. Líklega var síðan opnanir hana. Embla virtist eitthvað að hafa farið út af einhverjum meiðslum. Smá njaski eitthvað. Þeir að fá einhverja aðhlynningu þannig. Frá pappa sínum, Steinaðis. Ótrúlegu maður. Og gjör snillningur. Hérna var Káa í smáfæri. Skotið ekki nóg hnitt með það. Beint í hendurnar á Steinunni. Og FH reyna að byggja upp sóknina sína hérna. Ég er ennþá við boltan. Hörsku sprettur. Þetta er Hafrún. Ef að hefði þurft að vera hérna skrefi nær þá hefði hún getað komist inn í þetta og þá hefði hún líklega skorað. Virkilega flottir sprettur hjá Hafrúnu hérna. Sýnist hérna að F-stelpunar þurfa að setja aðeins meiri pressu á Bríeti. Þar að segja þegar boltandi kom inn í eða koma skot, vera nær henni því að hún er ansi örugg á boltanum, en það er alltaf hættulegt að markmaðurinn missi boltan aðeins frá sér. Það var alltaf gott að veita þarna í sníkjunni. Elli með boltan á miðjunni. En virkilega góð pressa. Ingibjörg hérna sýndist mér gerir vel í vörninni. Já, virkilega flott pressa henni. Það er örugglega ekki auðvelt að ráða við Elli hérna á miðjunni, en hún er búin að gera það vel. Kemur sendingin hérna upp með fram jörðinni. Fangarnir stöðva þetta. Anna gerir mjög vel, hún kemur boltan út á kant hérna. Mikið kapplaup. Unnur komin aftur hérna. Stöðuðu ekki dæmt. Unnur vildi nú eitthvað fyrir sinn snúð þarna. Talaði um að nota hendunar þarna. Það var kannski soft, það má náttúrulega alveg. Flott barða hérna Unni. Kemur sendinguna. Hafrún leggur hann út. Aftur, Hafrún með boltan í skotfæri. Æ. Já. Hafrún ósátt þarna. Flott skot en vel varið hjá Bríti. En önnur hornspyrnan sem F-ingar fá. Hvað er það nummer 6 eða? Já, held það. Og skallinn. Já.
Flott sending hérna, skalli hjá að mér sýndist Evu Bara rétt framhjá. rétt framhjá stönginni. Ég held ef þessi hefði farið hérna örlítið innar þá hefði Bríett ekki náð honum. Nei, Sem er alveg ótrúlegt því að manni finnst þess að hún ná öllum boltum en fyrir leiki var flott á mark frá FH næst. já, algjörlega. Þær eru búin að vera líklegri. Búin að líklegri núna hérna síðustu mínútur. Heyrðu, þarna kemur hún síðan, Eva held ég. Setur hann á Hárúnu. Hárún ætlar að taka Móu á, það er erfitt en hún gerir þá skotið. Vel varið. Hvað er að gerast hérna? Hafrún búin að vera stór hættuleg hérna síðustu mínútur. Svakalega góð. Hérna koma síðan Káa í skyndisókninni. En vel varist hjá FH. Og síðan aðeins á langur og útspark. Ég verð nú bara að segja það að FH eru búin að vera mun líflegri og betri þessar síðustu mínútur og klárlega líklegri til að setja mark hérna. Já, En á meðan að Bríett heldur áfram að verja svona þá sér maður bara FH ekki skora. Þetta er ótrúlegu markmaður. já, má eiga það. Hérna komar aftur upp, enn og aftur hægra megin. Boltinn í gegn, þetta er alveg ótrúlegt. Unnur, Boltinn inn í Eva. Eva var hérna á undan. Gerði vel. Snertingin aðeins og först hérna út fyrir. Þá spurði ég hvort að KS ekki ennþá byrjar að lesa þetta. Það er bara alltaf hann upp hægra megin. Já, það kemur langur bolti bara upp miðuna. Og aftur er hann aðeins og langur. Þetta er skemmtilegt. Og þær byrja hérna spilið. Já, gerir vel. Hún er bara hérna með boltan en þetta er, já, hún tekur battaspil bara hérna við Ellie. Káastöðar þetta endanum. Það var Ingibjörg hann í vörninni, búin að vera flott. Hér er konum boltan. Bríett með rosalega flotta varnavinn hann að skila sér tilbaka. En góð barátta hana. Stöðar á endanum hana, FH. Reyna hérna stunguna. Já, Sara Ætlar að prjóna sig hérna í gegnum pakkan bara. Ásdís hana náði því ekki alveg. Tæft var það. Hér kemur boltinn en Katrín lesi þetta mjög vel. Reyna þríhyrningsspilið. Gengur á endanum. Vá. Ellie, þetta er gott, Hérna. vel varið. Nei, hún hefur ekki snert á hann. Nei, herruðu, Náði að draga hendina Jæja. frá held ég Steinunni í markinu. það er þá virkilega vel gert. Einspark sem F-fæðingar eiga. Það er Bríett sig hægt inn í hennar bolta og setja hann á Söru. En ég var nú, já, Bríett kom með boltan hérna, reynir skot en Ásdís með boltan, hún reynir skotið. En þetta er markspyrna. Já. Fínasta tilraun. Pressa beggja liða hefur verið flott. Virkilega skemmtilegt að horfa á svona hápressu bolta. Leysir vel út svo þarna en sendingin aðeins á föst. Ingibjörg óhrædd við að taka framherinn á hana. Kemur Bríett. Heldur boltanum. Heldur hún ennþá á skotið en Steinun vel vakandi í markinu. Vel. Sýnast líka Ingaló verið komin inn á K-liðinu. Og Anita held ég að fara út af. Hérna að reyna að fangarnir stunguna en aðeins á fastur. Komið að fangar aftur en Bríett vinnur vel tilbaka. Lét boltan fara þarna yfir sig. Gekk ekki. Innspark sem Káa á.
Þegar 1,5 mínúta er eftir á þessum fyrri hálfleikina. Fangar er að loka sendingunum vel hérna en koma honum út á endanum. Þá er það hérna Flott hjá Hafrúnu þarna, þetta var góð vörn. Hún er hérna mikinn tíma og mikið pláss. Unnur Hafrún. Eða hvað, herðu? Þetta Já, pínu vesen hana. Boltinn endar í hrömmunum á Bríeti í markinu. þarna hefði Eva þurft að vera aðeins meira aggressív þarna til að ná boltanum. Herru, hér er pressa á Bríeti sem kemur honum á miðuna en Já, FH á undan í þetta. Sjáum það að Káa stelpur virðast vera aðeins ákveðnar í að ná þessum boltum sem að skipta öllu máli. þarna sendingin aðeins fyrir aftan. Ástísi. Kemur Unnur. Eða stöðu. Ástísi hana vinnur einsparkið. Virkilega vel gert þarna vel í á flautar Já. Þóroddur Hjaltalín til hálfleiks. Já, það er hálfleikur. 30 mínútur búin að þessu leik og já, síðustu 15 mínútur finnst mér FH hafa verið sterkari og svona líklegri til að skora. En breyti því ekki að staðan er þá 3-0 fyrir Káa og þær eru í fínum málum. Kom aftur eftir smástund.
Já, þá eru þjálfarar liðana búin að fara yfir málin. Og tilbúin í seinni sem komin á stað. Allt komið á staðina hjá okkur. Það er FH byrja þetta hérna og sem fyrr reyna að fara upp hægri kantinn hjá sér. Skemmtileg fóthæfina þannig að Ingibjörgu. Herru, FH hérna, er þetta brot? Nei. Nei, ekki dæmt. Anita kom með boltan, hún getur tekið hérna Önnu á og hún er bara hérna með boltan, reyna að koma í gegn á Söru og þetta hlýtur enda við marki. Nei, vel gert. Á Steinun í markinu. Já. Kom vel út á móti. Það var virkilega vel gert hérna hjá henni Steinun í markinu. Hún var fljót að mæta þarna. Embla hérna að taka hornið. Boltinn, flottu bolti. Fór fjær aðeins og langur. Sara heldur þessu minn á, gerir virkilega vel. Ellie rennur, Ellie er svolítið að renna henni í svo leik. Já. Fara að losa undan skónum hana. En Hérna Ingibjörg á hörkuspretti. Reynir að koma hann inn í miðuna. Gekk á endanum, Hafrún með boltan. En er stöðvuð. já, markspinna. Endar í markspinnu. Flott vörn hana. Hjá Móu. Það er fínasti séns hérna í FH en vel unnið tilbaka á Káa-stelpum. Sjáum það líka, þær eru tvær hérna, ætla að sé ekki bara Hafrún Eva sem eru hérna á. Katrín og Móu í vörnina, þannig að þess að hann spilaði líklega ekki út og Sara síðan hérna með sendinguna þvert fyrir og þessi fer líklega út af hinum megin innspark. Já, við sjáum það, svo sem Bríð kannski hefur ekkert marga valkosti að spila út í markinu á Káa. Þessum að FH pressaðar hátt. Hátt uppi. Það voru oft eina leiðin bara konum sem lengst í burtu. Já, það eru snöggar hann fram á við hjá Káa-liðinu. Ellie í skotfæri fyrir hana. Það er ekki allir sem myndi skjóta hana en hún getur svo sannlega skotið. Já. Flott bara þarna en FH halda boltanum. Eva með boltan upp hægri kantinn. Gerir þetta vel. En er stöðu á endanum. Embla hjálpaði Móu mjög vel hérna. Endaði í hornspyrnu eða eitthvað. Nei, þetta var bara einspark. held ég. Anna með boltan. Fyrirliði FH. Já, rólega á boltanum. Skemmtileg fóthæfin hann að býða sér síðan aftur. Anita flotta pressu þarna. Embla í hörkubaráttu. Embla virðist hafa betra hann gegn Ísabellu. Þarna Unnur gerir vel í vörn FH. Mikil barátta þarna endar í að Káa í þennan bolta. FH ekki sammála því en dómarinn dæmir þetta. Jú, svo mikið er víst. Liðin eru í smá vandræðum akkurat núna að koma þessu í spil en Sara á móti Unni þarna. Unnur hefur betur í fyrstu allavega. Hörru, þetta er frábærlega gert hérna hjá Unni. þetta var Ragnheiður reyndar nr. 21. Já, ok. Það er, Unnur er nr. 11, ég sé hvar þú ruglaðist. já, það er hérna áfram gag. Hér er allavega Virkilega vel gert. Ingibjörg eða ekki. Jú, Bríet verð þetta í hotn. Ingibjörg gerði þetta rosalega vel hann en sendingi fyrir aðeins og nálægt Bríeti hann í markinu. En önnur hotspinnan sem FH fær. Já, Kemur hérna, út já, fyrir teginn. Hára Eva. Sendingunni hérna fyrir utan, það er að láta bolta ganga. þarna er Unnur. Halda breytt vel, virkilega vel gert. Þá geta keyrt henni átt að marki. Skemmtilega Já. gert þarna. Skemmtileg tilraun þarna hjá Hafrúnu.
Það laumon hann með hælnum. En það var stöðu á endanum. Koma Káa. Boltinn hérna á Flott Anitu. sending, og Anita þetta er stoppin. bara- Virkilega flott sending. Anita hamrar hann bara í fyrsta rétt fram hjá markinu. Virkilega vel gert. Sjaldgæf sjón að sjá Anitu klúra svona færi. Já, en Káa halda pressunni hérna. Hún er ennþá með boltan Anita reynir hann að skoti núna með vinstri. En Steinunn nær þessu auðvitað í markinu. Frábært spil, Eva komin í gegn. Og Bríet vandanum vaksin hann í markinu. Já, FH gerðu allt rétt hann. þetta er ótrúlegt. Bríet er í miklu stuði þennan laugardaginn. Fangar áfram hérna. Hafrún nær ekki skota markið. Kemur hún síðan inn í bara. Það er Eva. Hittir ekki boltan hann. Hér er mikið kapplaup hjá Önnu og Anitu. Anna setur hún bara á Steinunni heim í markinu. Og jájá. Hér er, Mitti sig eitthvað hann. þetta verður ekki verið þægilegt. Fær hérna aðhlýningu. Þetta lítur ekki vel út. Nei. Allir þjálfarar FH og dómarinn hann í kringum hana. Ég get ekki alveg sagt hver liggur hann eftir. Nei, sé það Sá ekki það alveg ekki. hvort þetta sé. Nei, þetta er hvorki Eva nýja Hafrún. Ég var nú aðalega að horfa á skóna hann. Ah. Restina af fáliðinu tekur smá pepp fund hann. Saman Dótti Hjaltarinn dómari er eitthvað að huga leikmannum líka. Já, þetta leit ekki vel út og lítur ekki annað vel út, þannig að það er svona, Nei, mitt sé eitthvað. Þetta er hún Ragnheiður Já. með 21. Fær klappið frá ánundum. Sýnst Viktoría hafi komið inn á í staðinn fyrir hana nummer 27. Káa skila boltanum tilbaka á Steinunni. Og FH sem fyrr spila út frá marki bara. já, frábælega gert. Já, gerir Góð þetta gapröng. hérna. Það var Unnur. Þá er það Unnur. Setur á Hafrúnu. Unnur ennþá með boltan eða eitthvað, nei. Káa á þetta einspark. Boltinn inn á miðjuna, FH með boltan. Boltinn fer hérna einhvern veginn í gegnum pakkan og Hafrún fyrst á hann. Hún Gerir komin þetta inn á vel. teiginn. Komin inn í teginn. Í stöngina. Ætla að koma að bríða þetta úr hana og setur hann bara nær. Boltinn í stöngina og út af. Alveg þetta er í 40 mínútur á klukkunni hjá okkur og já, FH hefði alveg klárlega getað búin að skora mark en Bríet búin að vera alveg geggjuð í markinu. Já,
En Káali er alltaf mjög solid. Vel mannaðar í öllum stöðum. Boltinn fór þarna út fyrir og útspark. Marki Káa. Fá eitt langan. Grunar það, mér sýnist FH alltaf. Ja, eitt hérna á miðuna. Þarna er mér kom bolti niðri á Elli sem að þjálfararnir báðum hérna í síðasta hálfleik. En FH vinna boltan aftur. Ingibjörg. Rosalega sterk á boltanum Ingibjörg. Reynir þetta skoti með vinstri. Mitt á Bríeti. Boltinn allavega hérna á steinunni. Káa halda pressun niður með boltan hérna. Flottur bolti, Sara Gerir vel. ennþá með hann. Skilar honum fyrir Bríeti. Já, Bríet Markmann þarna, hann skilar honum á Elli. Elli ennþá með hann. En góð pressa, Ísabella kom með boltan. Já, Hann ætlaði Eva að taka hlaupið sýndist mér en sendingin kom stutt. Innspark sem Káa á hérna upp í horni. Flott spil hérna og Anita setur hún út á Elli með skotið upp í hornið, frábærlega klárað og staðan orðin 4-0. Virkilega flott spil hérna. Boltinn lagður út á Elli sem bara leggur hann hana upp í hornið. Virkilega vel gert. Koma fangarnir. En Káa með langa fram. Bríet með boltan með skotið en vel varið á steinunni í markinu. Boltinn laus þarna inn á miðjunni. Hafrún. Já. Það þarf að stoppa leikinn. Já, hún er bara hálf vönguð þarna, sýndist mér. Þetta var hörku skot þarna. Algjörlega. Og tíminn stopp. Hún fann aldeilis fyrir þessu. já, það er líka leiðilegt að sjá að hún Ragnheiður hjá FH liggur ennþá eftir. Já. Og við höldum að það hafi verið kallað á aðstoð frá sjúkrabíl. Skulum vona að þetta fari allt vel, en hérna kemur Káa. Bríet komin í gegn, en þessi bara út af. Hann svo fastur. Nú eru Káa að setja pressu þarna áfram. Reyna að stöðva þetta stuttarspil alveg. Það tekst eða hvað. Nei. Kemur FH með eitt langan. Káa ná að leysa þetta eða hvað. Flott pressa hjá FH-ingum. Mikil barátta í báðum liðum. Þetta svoleiðis á þetta að vera í úrslitaleik. Algjörlega. Boltinn hérna. Mikil pressa hérna en Steinun leysir þetta vel. Nú fær Steinun bara tíma en Bríet ætlar að koma í pressunan. FH-ingarnir leysa þetta mjög vel. Fangar Eva en þú segir þetta lúmst skot Rétt fram, já. Var þetta ekki hún Ísabella reyndi þetta lúmst skot niður í hornið en það var svo ítalega
Boltinn lekur hérna í gegn og Bríet komið bara hérna með pláss. Kemur hún fyrir en ná að stöða þetta hana í FH-vörninni. Fyrirliðin sýndist mér Anna. Það var 45 mínútur liðnar og sennilega 2 mínútna pása núna hvað á hverju. Gæti verið, það voru náttúrulega smá tafir hérna á vellinum, þannig að Doddi bætir vantarlega einhver aðeins við. Áður en hann stoppar þetta. Þetta kemur langur. Guðrún hérna sem komin hana fremst. Já, en hún stöðuð. Kemur virkilega vel varist þarna hjá Ingibjörgu. Ká að halda pressunni inn með henni upp í horninu. Komur hún ekki fyrir en FH-vörnin stöðvar þetta. Kemur hún fram. Mikil barátta hérna út á velli. Og Anita reyna að koma hana fyrir í hornið. Hornspyrna sem Káa á. Sýnist með Doddi Hjaltalegin ætla að flauta í þessa 2 mínútna pásu. það leiði ekki horninu. Nei, stöðvar það. Kalla pásuna og við tökum okkur pásu líka. Koma á vörmu. Já, þá eru liðin búin að fá svona síðasta peppið og Káa undirbúa sig við það að taka hornspyrnuna. Sjáum við að það er komin sjúkrabíll til að tjekka aðeins á
Ragnheiði í FH-liðinu. Þetta kemur hotspinnan, skalla frá. Káa ennþá með boltan. Reyna að koma hann hérna inn í. Anita er þar, leggur hann út. Elli í skotfæri. Reynir skotið en Steinun ver. Reyna að koma boltanum fyrir hérna en boltinn í hendurnar á Bríeti. Kemur langur. Auka spyrna sem Káa á. Brotið hérna á Anitu. Koma sér inn í tegin hérna Káa-stelpur og Elli sýnist mér ætla að taka þetta eitthvað að skoða hvort hann er bara að setja hann á markið eða eitthvað gerir það en hann er svo hár og yfir markið Káa halda áfram að loka hérna fyrir stuttarspili. Þannig að fórstelpunar óhrættar. Koma hann hérna fram. Eva gerir þetta vel, er bara komin inn í tegin. Leggur hann út. Og skotið. Frábær varsla. Virkilega vel gert. Fínt skot hann á Ísabellu en sem fyrr. Já, frábæra hugmynd þetta allan hjá Elli. Koma Káa. Það er stöðvað. Ingibjörg hefur núna helling af plássi. Er ennþá með boltan. Fær hotspinnuna, sýnist mér. Kemur hérna útsvingurinn inn í miðjan tegin. Boltinn lausi í tegnum. En Káa koma þessu frá. Anita fyrst í boltan hana. Boltinn er ennþá inn á. Anita og Anna hann ekki að kljást í fyrst skipti í leiknum. Nei, það var hörku barátta allan leikinn. Anita fljóta að hugsa hana, finnur Bríeti. Bríet. Boltinn út á Elli. Flott vörn hana. Þá hljótar að geta sótt hratt hérna. Ísabella. Boltinn í gegn og Evu. Svo fastur hana. Kemur langur fram. Ingibjörg stöða það. Eva með boltan. Ennþá með boltan. Ísabella reyndi að finna hana, sýndist með Karinni en aðeins á fastur. Kemur hérna langur með fram jörðinni hana en Káa að halda boltanum. Ekki lengi og þarna kemur langur bolti. Eva í hörkuspretti en sem fer aðeins og fastar þessar stungusendingar inn fyrir. Boltinn hann laus inn á miðunni. Þetta er rosa mikið fram og tilbaka bara núna. Lítið búið að ná upp spili síðustu mínútur. Það er hotspinna hérna. Enn einu hotspinnan hjá FH. Já. Það hafa verið hættulegar síðustu spinnur.
Kemur unnur hérna inn í meðan tegin að skallaði burtu. Nú Bríet með hellingaplássi. Hörku spretti þarna. Vel unnið tilbaka hjá Ingibjörgu. Ingibjörg búin að vera út allan völl þarna fyrir FH-lið undanferðið. Kemur sendingin hérna en Inga Lóa sýndist mér náði ekki hérna valdi á boltanum. Sjáum hérna að vera að fara með hann í burtu í sjúkrabíl. Mjög leiðilegt að sjá en óskum henni góðs bata. Já, Ragnheiður Skúladóttir. Kálið eitt tilbaka, svo langur fram. Bríet einhvern veginn nær boltanum. Komin hérna bara inn í tegin, enginn að pressa hana á skotið en rétt fram hjá. Það var enginn sem pressaði Bríet almennilega þarna en skotið fram hjá markinu. Elli með flotta pressu. Kemur hann inn í. Bríet snýr á Ingibjörgu. Skotið en Steinun vandanum vaxinn í markinu. Ætlar að vera fljót þarna Steinun. Það gengur. Ekki alveg samt. Káa komnar með boltan aftur hérna. Elli með stunguna. Hörku skot vel varið. Ástíð þarna með skotið sínist mér. Já, syndist það. Vel varið á Steinun í markinu. Hotspilna sem Káa á. Bríet með hotspilnuna. Kemur hérna skalla í burtu. Embla með hörku skot en Steinun ver. Að fá með mikið pláss hérna hægra megin. Sendingin klikkar hérna. Bríet reynir sendinguna. Steinur í smá vandræðum þarna en þetta sleppur. Káa halda pressunni, reynir hann að skoti fram hjá markinu. Sjáum að Inga Lóa er með 25 á bakkinu en hún er 29 á skýrslunni. Elli tryður þessu bara einn áfram með boltan. Bríet í skotfæri og hún skorar. Þetta virkaði rosalega einfalt fyrir Kálið þarna. Bríet bætir við 5. marki Káa. 53 mínútur eru komnar á klukkuna. Virkilega vel gert. Þetta er búið að vera hörku leikur. F-fæðingar í raun bara óheppnar að vera ekki búin að skora. Bríet búin að vera frábær í marki Káa og stöðvar allt sem kemur á markið einhvern veginn. Já, F-fá stelpur með 9 skot á markið, Káa stelpur bara 8. Já, það er búið uppfæra hérna hjá okkur. Það er 13 skot á markið á Káa. Og þetta kemur bara Bríet aftur. 10 hjá prjóna F-fá. sig í gegn og skorar. Þetta var virkilega vel gert hjá Bríeti þarna. Hann prjónaði sig bara í gegnum vörnina. Hamrar hann slána inn sýndist mér. Virkilega vel gert. Staðan orðin 6-0. Rétt rúmar 5 mínútur eftir af þessu innan hjá okkur. Í þessum úrslitaleik A-deildar. Nú virðast F-fæðingar vera Búin bara hættar. Já. Getur verið erfitt að mótivera sig eftir svona. Koma Káa aftur. Bríet reynir bara skotið en Steinun ver. Ætlaði Bríet að reyna að hendi í þrennuna hafa á örfáum mínútum. Innspark sem F-fá á.
Eva fyrirgjöfuna en Káa koma þessi burtu. Bríet með flotta sendingu hérna á Emblu. Komaður 2 á 1, Embla, eða frábær vörð hana. Flott vörð hérna hjá henni Guðrúnu Salvör. Passaði það Embla myndi ekki ná stungusendinguna þarna inn fyrir á Anitu. Þetta Elli. Guðrún stöðvar þetta. Kemur Embla, reynir fyrirgjöfuna, finnur Anitu þarna en Anita var einhvern veginn að snúa sér þarna. Erfitt að taka við boltanum. Og boltin endar síðan að lokum í höndunum á Steinunni í markinu. Þarna tekur F á langan. Nú fer hann allarleið yfir á Bríeti. Bríet með langan. Reyna að koma boltan hérna, þræða boltan minn í teginn. Káa koma þessi burtu. Unnur með fyrirgjöfuna. En Káa stelpur einhvern veginn komast fyrir þetta sem fyrr. F.A. með að koma sér í álitlegar stöður en Káa einhvern veginn nær að bjarga þessu alltaf á síðustu stundu. Svolítið svona, já, saga leiksins hjá F.A. Já, Kemur eitt langur. Anita lætur hann fara yfir sig. En fín vörn hana hjá Önnu. Boltinn endar hjá Steinunni í markinu. Koma Káa hérna. Ásdís, Hörku skot en Steinun ver. Hendur hann langan. Unnur nær ekki alveg valda boltanum. Anita, flottur snúningur í Anitu þarna. Kemur hann fyrir. Vel varið þarna hjá Steinunni. Boltinn út á Elli og F.A. koma þessu burtu. Kjáma F.A. Unnur. Hún er flink með boltan. Finnur Evu með skotið. Það er rétt fram hjá. Fín skyndisókn þarna hjá F.A. Virkilega vel gert en skotið rétt fram hjá markinu. 1,5 mínúta eftir á þessu hjá okkur hérna þessum leik. Minnum svo á að við sýnum líka úrslitaleikin í B. Það er lið Káa og Breiðabliks. Sá leikur byrjar klukkan 16:30 hérna hjá okkur á KTV. En F.A. Guðrún finnur Ingibjörgu. Ingibjörg setur hann hérna inn í teginn. Káa í einhverjum smá vandræðum hérna en Sara kemur hann frá endanum. Boltinn hérna einhvern veginn fer mann á milli bara núna í baráttunni. Steinun með langan fram. Fangar vilja minnka munin aðeins hérna í lokin. Katrín syndist mér að vera, nei Karen fyrir ekki. þá er leikurinn búinn. Já, það eru Káa sem eru þá Íslandsmeistarar í 5. flokki A. Fagna þessu innilega hérna
óskum þeir líka innilega til hamingju. Já, gerðu þetta rosalega vel. Algjörlega geggjaðar, frábærar stelpur og frábært þjálfarteymi sem á eiga allt hróskilið. Já. Algjörlega. Hér sjáum við mörkin markaskorar leiksins. Anita byrjaði þetta á fyrstu mínútu og svo Sara á þeirri þriðju. Svo voru það Embla og Elli sem kom með 3 og 4 og svo endaði Bríeta að skora 2 þarna á 54. mínútu og 6-0 loka niðurstaðan. Virkilega vel spila hjá K.A. Við sjáum að taka hérna Sigur hringinn, pepp frá þjálfurum liðsins. Virkilega verðskuldað. Já, ekki hægt að segja annað. Nei. F-stelpurnar börðust vel. Skulum hérna og meðan að vera að fagna, þá skulum við fara yfir tölfræðina. K.A. átti 27 skot og F átti 14. Þar voru 17 á marki hjá K.A. en aðeins 10 hjá F. 63% á mark hjá K.A. en 71 hjá F. 10 vörslur hjá K.A. 11 hjá F. Hotspyrnur voru 4 hjá K.A. 9 hjá F. Og 2 brot hérna hjá K.A. 3 hjá F. Ekki mikið brot en þau brot sem voru ekki falleg og svona leiðileg atvik. En annars virkilega flottur leikur. Já, sjáum það á þessum tölum að leikurinn var í rauninni frekar jafn. Það var það nefnilega. En boltinn vildi bara ekki inn Nei. í mark K.A. Bríet var þar vandanum vaxinn í markinu, heldur betur. Bríet þarna með 10 bara geggjaða vörslur. (6-0) kannski ekki alveg. Kannski ekki alveg rétt mynd einhvern veginn. Nei, ekki kannski ekki alveg rétt að mynda á leikin en þetta K.A.-lið er náttúrulega bara magnað. Já. Sjáum að K.A.-stelpurnar alltaf taka hérna sitt sigur move, sýnist mér. Íslandsmeistarar eru Íslandsmeistarar. Ekkert ástæðulausu að við köllum Andra Frey titla óðan, þjálfara liðsins, og Anton með honum. Þeir þrír elska titlana. Heldur Egill betur. Hænesen og Andri Freyr Björgvinsson og Anton Orri Sigurbjörnsson. Heldur betur. Því líkir kóngar. Og þetta gengi hjá þessum stelpum er ekki tilviljun. Nei, frábær fótboltalið. Já, og þjálfunin upp á gjörsamlega 10. Algjörlega. Einhverjum myndi segja 10,5. Þetta er það góð þjálfun. Já, það er ekkert fjær í lagi. Þeir eru ekki að fá byggarinn hérna afhendan strax, eða hvernig er það? Jú, mér sýnist það. Svo er B-liðið hérna, B-liðin hjá K.A. Breiðablik er að hita upp á fullu hérna. Já. Spurning hvort Egill Hænesen vil ekki fara þarna og klára fagnaðarlætin. Mér sýnist hann vera að horfa þarna öfundar augum á Andra og Torna. Já. Vill taka þátt í. Já, ef ég væri hann þá myndi ég hlaupa þarna og fá takkvöldunum hennar byggar. Enda risa stór byggar. Já, en hann er svo sem í því að undirbúa B-liðið í að reyna að ná annari dollið þetta í dag. Hárrétt. Það er eiginlega ekki annað hægt en að hrósa F-liðinu líka. Þær voru virkilega flottar í dag en fjall bara alls ekki með. Hver myndi þú segja að vera maður leiksins? Það er erfitt að horfa fram hjá Bríet í markinu. Já, það var nafnið síðan mig í huga. Ekki það allt, K.A.-liðið var mjög flott en Bríet í markinu, hún átti svona match-winning vörslur eins og við köllum það. Algjörlega. Bara vörslu sem að héldu K.A.-mönnum bara, ég ætla ekki að segja inn í leiknum, en héldu allan í nulli. Já, og héldu þau svo floti og það var alltaf auðvitað að bæta við mörgum einhvern veginn. Þegar hún nærði að
halda þínu hreinu. Já. Ég held sér voðalega leiðilegt að spila á móti svona markmann eins og Bríeti. Það er hérna, þú veist, þú getur skotið honum hvar sem er og þú veist að hann er bara ekki á leiðinin. Það held ég hundleiðilegt að spila á móti þannig markmanni. Með rosalega flotta staðsetningu og góð í höndunum. Já, svo sáum við að hún er flott í löpunum líka, þannig að Já, þetta er ekkert fyrir því að negla honum fram. Sjáum að F-fáingarnir eru að fá silfrið. Það með að vera stoltar af. Og sko þeim til hamingju það líka. Já, algjörlega. Að fá silfur hérna á Íslandsmótinu, ég myndi segja að það væri bara mjög stórt, það er bara klárt. Algjörlega. Það er ekki til að skamma sín yfir en hundfúll á að tapa en Alltaf leiðilegt að tapa og hvað þá úrslitaleikjum, en já, það er fátt verður en að tapa úrslitaleikjum en það er eftir að vonandi gleyma því fljótt og verða ánægðir með þetta silfur. það eru bara einfallega rosalega fálið að vera einhver sem að vinna þetta káalið. Já, það eru Það bara virkilega flottir í sumar. Já, þessi hópur hérna, þetta káalið er búið að halda saman nokkur ár Já, og virðast vinna bara allt sem er taka þátt í. já, Það virðist ekki skipta einu máli hvort það sé símamót eða mót í Eyjum eða Íslandsmót eða hvað, það er vinna þetta allt. já, búin að vera með sama þjálfarana líka þegar ekki. Jú, Andri og Anton hann hafa stýrt þessu Já, ansi lengi. svo bættist Egill Hænesen við Já. í sumar og Ég tók, teimið vestnaði ekki þá. ég tók eitt sumar með hann í 7. flokki og þetta er bara, maður vissi hvað væri að fara að gerast. Já, Þetta var ótrúlegt. hérna sjáum við að áhorfendur fagna KA-stelpunum vel og innilega að fá gullið hálsinn. Sjáum við að bikarinn er þarna mættur. Sáum að líka Andri og Anton, þeir ætla ekki að vera langt frá þessu. Nei, Svo eitt er víst, þeir eru bikaróðir. og hérna er þetta bikarinn kominn á loft, lyfta bikarnum hana í sameiningu. Rosalega flottur hópur. Það er svona, mann við líður sem að sé búin að horfa á þetta bara alltaf. Já, Maður er búin að sjá þetta gerast bara já, nánast mánaðarlega sko. Það verður að tekunir alltaf á bikar, 9-9. það liggur við. Þetta er En algeng sjón hérna. við ætlum að taka okkur smá pásu Já, og við mætum hérna aftur klukkan 16:30 með úrslitaleik í B-deildinni.